Suðurkjördæmis, Páll Valur Björnsson. Herra forseti, sjaldan góð vísa oft kveðin, stendur einhvers staðar og ég ætla nú bara að halda áfram að tala málefni eldri borgara og öryrkja og sem ég ljáði máls á í gær í óundirbúinni fyrirspurn við forsætisráðherra. Og það geri ég náttúrulega eftir að hafa setið þennan fund síðasta laugardag hjá Öryrkjabandalaginu á Grand Hotel þar sem farið var yfir þessi mál og hvernig þau standa hjá þessum hópi fólks. Og ég nefndi líka í ræðu minni í gær ræðu hæstvirts forsætisráðherra á miðstjórnarfundi Framsóknarflokksins á Vogum, Vestliströnd á laugardaginn, þar sem hann tíundaði þá góðu stöðu sem Ísland er í, og það svo sem alveg hægt að taka undir margt sem hann segir þar, að það hefur ýmislegt áunnist og hér er bullandi hagvöxtur og minnkandi atvinnuleysi og verðbólga hefur aldrei verið jafn góð og annað og þessi ræða hans var náttúrulega innihélt þetta, já, að hér væri allt í blóma. En mér finnst það holur hljómur að halda slíkar ræður, þrátt fyrir að, eins og ég sagði, þetta gæti verið margt sagt í þessari ræðu, þá finnst mér holur hljómur í því ef við ætlum að skilja þennan hóp eftir enn einu sinni, öryrkja og eldri borgara. Því það stendur meðal annars í stefnuyfirlýsingunni að ríkisstjórnin ætli síðast en ekki síst að afnema skerðingar sem hafðu verið settar á atvinnutekjur og fjármagnstekjur aldraðra. Það var eitt af því. Og við ætlum að byggja hér fjölskylduvænt samfélag þar sem allir höfðu jöfn tækifæri og sérstaklega skyldi hlúa að þeim sem aðstoð þurfa að halda. Og ég tel að það sé borð fyrir báru í íslensku ríkisbúskap í dag að koma til móts við þessar kröfur eldri borgara og öryrkja og þá ályktun sem samþykkt var á fundinum á laugardaginn. Og ég tíundaði hér í gær. Ég trúi ekki öðru en að við tökum á þessu máli. Og hann sagði í seinna svari sinni í gær, hæstvirtur forsætisráðherra, að hann vonaðist til þess að það gæti orðið til sem best samstarf í þinginu milli stjórnar og stjórnarandstöðu við vinnu fjárlaganefndar í framhaldinu og taka á þessu vanda. Og ég trúi því að hann sé að meina það að við tökum á þessu vanda í eitt skipti fyrir öll og færum þessum hópum þá jólagjöf, herra forseti, að þeir standi jafnfætis okkur hinum í samfélaginu. Til máls tekur hv. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Valur Björnsson. Herra forseti, ég hef í þessari viku vakið máls á kjörum eldri borgara og öryrkja og það ekki af ástæðulausu. Ég hef gert mér nokkra grein fyrir því að staða þessara hópa hefur á engan hátt verið ásættanleg, en skal viðurkenna að á síðustu vikum hafa augu mín opnast betur en áður fyrir bágum kjörum sem allt of margt fólk í þessum hópum býr við. Og það má segja að augu mín hafi galopnast fyrir því síðasta laugardag á opnum fundi Öryrkjabandalagsins á Grand Hotel. Þessi fundur og það sem kom þar fram kjör öryrkja gerði mig mjög dabran og hugsi hvar samfélag okkar er statt. Viljum við raunverulega samfélag án aðgreiningar, þar sem börnin okkar og fullorðið fólk fær tækifæri til að vera með, njóta lífsins og leggja sitt af mörkum þó að það séu einhverjar meðfæddar skerðingar eða skerðingar vegna slysa eða sjúkdóma. Gleymum því aldrei að við getum öll orðið fyrir slysi í dag eða á morgun eða fyrir heilsutjóni sem skerðir starfsgetu okkar og þar með tækifæri til að vera með. Viljum við samfélag sem þá lagar sig að þörfum og aðstæðum okkar og barnan okkar og leyfir okkur að vera með eftir því sem við getum og viljum, eða viljum við samfélag sem hafnar okkur þá og börnunum okkar og dæmir okkur til útilokunar og miklu minni lífsgæða en óhjákvæmilegt er? Herra forseti, okkar er valið og okkar er ábyrgðin. Samfélag án aðgreiningar, þar sem allir fá tækifæri til að vera með, er ekki átaksverkefni með tiltekinn upphafstíma og ákveðinn lokadag. Þetta er viðfangsefni okkar allra, alla daga ársins. Ekki bara okkar sem hér sitja, heldur einnig þeirra sem stjórna ferðin á vinnumarkaði og stýra fyrirtækjum og stofnunum ríkis og sveitarfélaga. Herra forseti, ég ætla að leyfa mér enn og aftur að skora á alla þingmenn að taka undir ályktun og áskorun fundar Öryrkjabandalagsins síðasta laugardag og tryggja með því þessum hópum, öldruðum og öryrkjum, mannsæmandi líf og stígum þannig stórt skref í þá átt að losa þá úr viðjum fátæktar og félagslegrar einangrunar. Og síðan minni á í dag er alþjóðlegur baráttudagur Sameinuðu þjóðanna gegn kynbundnu ofbeldi og það verður ljósaganga í kvöld frá Arnarhóli klukkan 7 og ég skora á okkur að mæta það líka.